Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, heyrðu, nú ætlum við að ræða fiskeldi eða strandeldi öllu heldur. Hingað komin Sigurður Jóhannesson sem forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskólans sem hvað? Þetta ekki beint háskóla, þetta ekki rannsóknarstofnun eða hvað? Nei, þetta við hérna gerum skýrslur fyrir gest og gangandi, mikið fyrir... Ekki frumkvæði skýrslur? Nei, við höfum gert skýrslur, við höfum sækjum styrki og höfum fengið þá annars lagið, Evrópustyrki og lengi vel skrifum nokkrar rannsóknarskýrslur fiskveiðar og svoleiðis. En það sem við lifum á, það eru svona skýrslur sem við höfum gert úttektir fyrir ráðuneyti, félagasamtök. Og Íslenski náttúruverndarsjóðurinn sem var stofnaður af stangveiðimönnum sem keyptu upp laxa kvóta í sjóveiðum í hafi, en hefur síðan haldið áfram og kannski þetta segja það að Jón Kaldal starfsmaður þess, svo fólk tengi við þetta að sjóðurinn óskaði eftir skýrslu frá ykkur strandveiðar, efnahagslega áhrif og byggða áhrif af þessum strandveiðum. Þið gerðu skýrslu fyrir ykkur árum síðan hvalveiðar og komist að því að hvalveiðar væru frábærlega þjóðhagslega hagkvæmar? Já, heldur betur, Og hver var niðurstaðan hjá okkur með strandeldið? Nei, við vorum nú ekki að leggja dóm á strandeldið þannig. Það náttúrulega augljóst að það þarna mikil hagnaða von, því að það menn búin að leggja heilmikinn pening í þetta. Hagnaða von fyrir fyrirtækin? Fyrir fyrirtækin, og við reiknuðum það út að út frá tölum í ársreikningum móðurfélags eins af þessum fiskeldisfyrirtækjum, sjóeldisfyrirtækjum að sjóeldisleyfin væru það bil 100 milljarða virði. Að þá í kringum all landið? Bæði fyrir austan og vestan. Þetta eru fyrirtæki fyrir austan sem móðurfyrirtæki þeirra sem eiga eldisréttin fyrir austan sem reiknaði þetta út og ég reiknaði bara svo uppreiknaði með tonnafjöldan út frá því að leyfin væru jafn mikils virði fyrir austan og vestan sem kannski ekki alveg raunhætt en svona, þetta svona stærðargráðan 100 milljarðar. Og væri þetta það sem væri hægt að kalla sem svona auðlindarenta? Já. Við eigum auðlindina, ekki? Við eigum hafsbotninn og við eigum firðina. Já. Þannig þetta væri eðlilegt. En þetta eign fyrirtækjana, sem Við gáðum það? Já, eiginlega, því að þetta afhent til 16 ára, skils mér, þetta leyfi, en það stendur í ásreikningnum það sem þetta mat að svona viðræður stjórnenda fyrirtækisins við ráðamenn hérna á Íslandi bendi eindregið til þess að þetta leyfi verið veitt aldur og ævi áfram. Án sérstaks endurgjald. Þeir borga skatta bara eins og önnur fyrirtæki eins og borgaði líka sérstök gjöld sem eru eitthvað á bilinu 1-2 milljarðar á ári samtals sem önnur fyrirtæki sem borga ekki. Þetta er hluti af þessu gjaldi fer í annars vegar einhvern svona byggðasjóð eða svona byggðaverkefni og svo þetta annar sjóður sem borgaður í hluti af því gjaldi fer í svona rannsóknir í fiskeldi. En þessi útreikningur ykkar, hann raunverulega bara verðmætið sem að fyrirtækin fá útlutað. Já, þetta nú eitt af því, Svo svipað og maður getur reiknað út hvert væri, auðlindarentan í sjávarútvegi með útlutun og kvóta. Já, þetta mjög svipað. Indriði Þorláks alltaf að reikna þetta og ég held að hann slá ekki upp í 100 milljarða í varðandi fiskimiðin. Jú, ég held að það hljóta nú að vera nær 1000, Já, að svo verðmætin í heild en ekki leigan á ári. Þannig að verðmætin í heild. Nei. Verðmætin í heild eru 100. 50 eða eitthvað svo leið. Þannig ef þú ætlar að leigja út leyfin á fjörðunum, að þá væru við kannski að tala 15 milljarða ári.
Já, nú veit ég ekki alveg sko hvað 100 milljarðar, hvernig það fyrir eftir í hvernig nú verið það sko, hvort það er tekur 10% af því eða 7 eða hvað það nú er sko, en það er minnst umtalsvert meira heldur en þessi fyrirtæki borga sérstaklega í skatta núna sko, en við skoðum líka byggðaáhrifin og það er nú kannski held ég eina ástæðan fyrir því að menn hafa farið út í þetta, menn hafa gefið þessi leyfi sko, og það er, maður sér líka, ég las mig aðeins til hvernig þetta hefur verið í Noregi sem er náttúrulega fyrirmyndin í þessu og þetta er norsk fyrirtæki, svona náttúrulega alþjóðleg fyrirtæki má segja, en fyrirmynd okkar og fyrirmynd Færeyinga og fyrirmynd Skota. Já, og Færeyinga, já, Skota, já. Og þetta eru reyndar sko Íslendingar eiga nú eitthvað í einhverjum af þessum fyrirtækjum en svona meirihlutin er nú í erlendri eigu, en sko í Noregi þá voru þessi leyfi gefin, sem sagt þau voru ekki seld fyrir en svona upp úr aldamótum, þá fórum menn að selja þau og það var bæði ákveðið eitthvað fast gjald sem var nú kannski sérstaklega hátt, svo var líka dæmi það sem hefur orðið algengari aðferð að selja leyfin á uppboði. En sko þá var bara búið að veita megnið af þessum leyfum sem aldamót sko í Noregi. Allir bestu staðirnir farnir. Ég hugsa það, já. Og rökin fyrir því að gera það sem án endurgjalds voru svona því ég bara les og vantarlega svipað og hér að menn vildu bara, þetta væri nýr atvinnuvegur, þetta væri skapaði von aukna byggð í byggðarlögum sem stæðu höllum fæti og ég hugsa það hafa nú verið svona, ég held að það hafi verið hugmyndin þarna hér líka með því að gera þetta. Gera þetta svona sko. Áður við komum að því að því að við reynum að meta er hægt að meta svona ársrentuna, segjum að þetta sé við notum rök indriða að almenningur eigi auðlindirnar og almenningur eigi að fá bara alla rentuna og svo mátt þú bara reka þitt fyrirtæki eins og venjulegt fyrirtæki en auðlindarentan sem er þá forgjöfin sem að þitt fyrirtæki fær með aðgengi auðlindum að við tökum hana sem þjóðin. Ef að heildarvirðið eru 100 milljarðar að þá gætum við svona með þumalhlutareglu sagt að kannski árleg renta eða það sem ætti að koma til þjóðarinnar væri svona kannski 12-15. Mér finnst að vera svona svolítið hátt sko, en ég myndi kannski segja, ég veit ekki, ég geti alveg skýrskað á milli 5 og 10 sko, en það er, ég hef heyrt ágískun með sjávar auðlindina, hún sé kannski svona 1000 milljarð, það er nokkur ára gamalt mat sko. Og það síðan fyrir ég reiknaði að það voru 1200 sko, það var ég bara að miða við söluna og vísi minni mig. Já, akkurat, það er svona á því bili og ég veit ekki hvað menn hafa verið að tala hafa menn ekki verið að tala að rentan á ári gæti þá verið milli 50 og 100 milljarðar, mér finnst það sko. Og þannig að það væri þá milli 5 og 10. 5-7 og við innheimtum það ekki. Nei, ekki nema litlu leyti. Og það er meðferð okkar á auðlindum almennings er ýmiss konar. Það er við þekkjum kvótan sem var úthlutað ókeypis. Síðan hafa á þessar öld verið byrjað að innheimta veiðigjöld sem eru kannski 5-8 milljarðar ári. Miklu lægri. Heldur en þessi 50 sem að 50-80 sem að rentan væri. Þannig að það er svona 10% af því sem að kemur. Og sem myndi vera sko með einhverju ef menn færi út í einhverju af þessum hugmyndir sem menn að tala að láta auðlindina ganga tilbaka að láta hana afskrifast einhvern veginn á 10 Rökin fyrir að gera það ekki þeir sem að vilja viðhalda kerfinu þeir segja sér svo að með því að það sem við fáum í staðinn eru stöndug sjávarútvegsfyrirtæki sem að standa samkeppnin á erlendu vettvangi eru endurnýja skipastólinn sinn og tryggja það að hér sé alltaf besta tækni og þess vegna eigum við að láta okkur að linda að raunverulega fá ekki arðinn af auðlindarentuna til eigandans. Í orkunni hafa verið ákvarðanir sem er Straumsvíkur módelið að með því að gefa alsvis orkuna og láguverði að þá fáum við það mikla peninga að við getum byggt upp raforkukerfið okkar
það var uppaflega hugmyndin. Þegar við komin yfir á Kárahnjúka, þá var það að ef það kemur með álverið að þá myndi verða hér atvinnuuppbygging, þannig að við fengjum svona óeiginlegan hagnað út frá orkunni þó svo að erlendi auðhringurinn fengi raunverulega auðlindarentuna til sín. Já, ef hún var þá einhver sko. Já, en hún allavega engin vand að reikna hana svona í orkukreppunni í Evrópu undanfarið og lokun á útflutningi af áli frá Rússlandi. En það er líka sko nú erum við komin langt út fyrir efni Nei, ég er að koma að þræðinu sko. En það er náttúrulega sko að því að vera að tala um orku skort á Íslandi og það sé ekki hægt að loka álverum sko, álverum í Noregi og víðar á meilandinu hefur verið lokað og Bandaríkjunum hefur verið lokað af því að álverin sjálf hafa viljað þau hafa lokað álverinu og selt rafmagni áfram og grætt á því sko. Að því að þau eiga samning lágt rafmagnsverð langt fram í tíman, selja það svo bara markaðsverði. Þannig það var orðið endalok þessar álveri, það er ekki þannig að þeim hafi verið sko mokað út einhvern veginn næstum með ofbeldi sko. Það er erfitt að sjá þetta gerast á Íslandi vegna þess hvað er stór hluti af orkunni fer til þessar stóru aðila að venjuleg heimil og venjuleg fyrirtæki er svo lítill hluti það er erfitt að sjá að eitthvað sem er með 30% orkunni geti sko grætt á því að selja 15%. Já, það er sko en hafa verið með sko stóru hugmyndir hvað þyrfti mikið rafmagn í orkuskipti og þá gæti maður nú alveg ímynda sér að það færi kannski maður færi að taka einhverja bita úr þessu sko, eins og menn gerðu þarna 21 verið 20 þarna í farsóttinni þegar Straumsvík dró úr sínum kaupum minnst kosti 10% og þá hefði verið að selja það svo reyndar svo sko álveri megi ekki gera þetta samkvæmt bara samningarnir við Landsvirkjun eru þannig sko. En þetta væri ein leið sko til þess að auka sveigjanleika og rafmagnsmarkaði að leyfa þeim þetta þá gætu þau þá þyrfti ekki, þá var þessi virkjun og þarf minni heldur en menn hafa talað um mér sko. En umgengni þeirra sem að fara með ríkisvaldið auðlindir almennings hafa verið þessi að það hefur verið talað um að þetta væri svona tillegg í uppbyggingu og öflugu atvinnulífi byggðasjónarmið spila mikið inn í það og þá komum við kannski að því ef við verum að tala um þetta sem kannski 5 og ég slæði upp í 15 milljónir ári sem að væri auðlita rentan og þá er það hvaða verðmæti telja stjórnvöld sig fá í staðinn fyrir það að innheimta þetta eða bara bjóða þetta út að hvað er það sem hverju skila fiskeldisfyrirtækin, strandeldið, inn í byggðirnar sem að er gjaldið á móti þessu? Já, sko ég held að það sé aðal ástæðan, menn eru kannski ekki alveg allir sammála um það, ég held að það sé ástæðan fyrir því að menn eru svona velviljaðir við þessi eldisfyrirtæki og það náttúrulega skýri líka sko menn lögðu nú mikið á sig náttúrulega með Kárahnjúkavirkjun og álver á í Reyðarfirði og ástæðan var góð störf og öflugri byggð og ég held að sé nú svo svona lítill vafi að þetta hefur haft þau áhrif þarna fyrir austan svo spurning hvort það var svona peningana verðið þarna fyrir sko þessi fiskeldisfyrirtæki þau eru sko sjóeldið er fyrir austan og vestan þetta er fyrir Vestfjörðum rúmur helmingur 60% kannski og 40% þarna fyrir Austfjörðum og hefur meira vægi í atvinnustarfseminni á Vestfjörðum heldur en Austfjörðum miklu meira þannig að það er miklu meiri hiti ef við sætum okkur kaffi olíusjoppunni fyrir vestan þá er miklu meiri hiti í umræðinu strandeldi heldur en fyrir austan þá sé munið mest þetta á Djúpavogi en á Vestfjörðum þá sérstaklega sunnanverðu Vestfjörðum þá er þetta líklega hefur 20% af vinnuafli, minnst kosti 25% af atvinnutekjum sem fá beint úr sjóeldi og gæti verið
og svo menn alltaf að reikna einhver svona margkveldis áhrif og slíðis, það þarf þá einhverja þjónust í kringu þetta og svoleiðis. Og afleidd störf, eins og sagt er. Afleidd störf og sko þessi byggðarlög þarna á Vestfjörðum, sérstaklega þarna Patreksfjörður, Tálknafjörður, Búðardalur, þetta voru byggðarlög sem voru í miklum vanda sko í upphafi aldarinnar og alveg fram að hruni og það fækkaði mikið fólki svona, og sérstaklega þessum aldrei sem fólk er á þeirra flytur, það er svona, ég veit ekki, milli 20 og 35 ára eða eitthvað svo leiðis, það bara vantaði þessa aldursflokka inn í byggðarlög sem urðu fyrir miklu áfalli út af kvótakerfinu, út af samþjöppin í kvótakerfinu. Já, svo bara var það höfuðborgin sem togaði í fólk, sko. Það var reyndar, sko, það var náttúrulega fór kvóti þarna tíma, svo kom kvótin og reyndar svolítið aftur upp úr 2010-12, þú þekkir þetta náttúrulega, eitthvað, sko, þarna Bolungarvík og Ísafjörð og eitthvað, sko. En og það var svo sem líka, það var áfall þarna á Tálknafirði 2015, þá fór þarna togarinn sem var þar og þannig að ýmislegt gengið á og þannig að þetta var, með líta á þetta sem mikla búbót og þetta hefur, og það kom líka kalkþörungaverksmiðja þarna á Búðardal það sem held ég 30 manns vinnaði eitthvað leys og þetta hvort ekki þá mikil, sko þetta hefur fólki hefur allt í einu farið að fjölga, sko, fólki hefur fjölgað svona 11% frá 2014 til 2024 á þessum tveim stöðum þarna og sunnanverðum Vestfjörðum. Fólk finnur fyrir því. Tveim hreppum. Það er mikil munur á bæjarbregnum þegar það er svona hrörtun í gangi eða þeir að byrja að lyfta? Já, heldur betur og það er sko húsnæðisverð hefur þrefaldast á Patreksfirði. Það er að vísu að fá ódýrt húsnæði þarna, finnst okkur, sko, í höfuðborginni, en þetta er svona þetta styrkir bæjarbræðin og hvað heitir það bara þetta er allt önnur svona mynd sem við sjá núna heldur fyrir 15-20 ára og þannig er stórar nýlendur fólki frá Austur-Evrópu já, það er það náttúrulega það sem er líka spurning, við erum náttúrulega í landi sem er eiginlega offrambóð á störfum, sko, við höfum ekki við að manna störfin og og þannig að Íslendingum á þessum stöðum þarna og svona verið Vestfjörðum eða íslenskum ríkisborgurum þeim fækkar ennþá og hefur fækkaði bara mann ekki 3% núna bara síðasta árið, sko. Og Hlutfall ríkisborgar er þarna ekki kannski eins hátt á Vík í Mýrdal og kannski ekki eins hátt í Breiðholtinu en mjög nálægt því. Það er hátt, sko, og hefur hækkað svo er reyndar sko, svo hafa verið að endurtelja fólkið á Hagstofunni eins og við vitum þú veist að þeir eru ekki alveg eins margir eins og við héldum þessir erlendu ríkisborgarar menn höfðu trassað að skrá sig úr landi Íslendingum fækkað allt í 15.000 þarna fyrir nokkrum vikum. Þannig að en þetta er málið að þetta er, sko, við sjáum það í ársreikningu fyrirtækina að þetta eru velborgustörf, þau eru borga meira en meðallaun á Íslandi fyrir hvert ársverk í sjóhaldinu. En þetta eru mörg af þessum störfum eru á vöktum og leiðileg og svona, þannig að það er kannski ekki það sem er vilja endilega að gera. Þannig að það er svo náttúrulega sko þessi fyrirtæki hafa fengið sent ívilnanir, það er í fyrsta lagi þá borgaður náttúrulega ekki fyrir veiðiréttin, ekki uppálega, nei hvað heitir það eldisleyfi. Beitiréttin, ég veit ekki hvað kallar þetta er svolítið eins og sé verið að rækta á bara ákveðum lendum, þú þarft fjörðinn og þú færð að beita laxi þar. Þið borga ekki fyrir hann og þetta er náttúrulega sko þessi réttur er talin 100 milljarðar virði samkvæmt einhverju mati þannig og svo getum við kannski tókað það eitthvað til hvað það ætti að vera eða væri alveg rétt en á móti koma þá einhver umhverfisáhrif, það er bæði sko er þarna
alls konar drasl sem fer bara niður í fjörðin, maður veit ekki alveg hvaða áhrif það hefur og svo þetta sem það er ekki inn í þessum 100 milljörðum. Nei, það er bara það sem er þetta að reikna út úr ársreikningu fyrirtækjanna. Það er þessi 100 milljarðar sko, en þessi neikvæðu umhverfisáhrif eða slæmu umhverfisáhrif, þau eru ekki hafa ekki bara verið metin. Hinn náttúrulega að þú myndir nú veiðimenn hérna áðan, að hinn slæmu umhverfisáhrifin eru áhrifin á laxastofnana. Fiskar hafa verið að sleppa út og þeir blandast stofnum í ám út allt land og við vitum ekkert hvað áhrif það hefur. Og þau eru ekki sýnileg fjárhagslega áhrif? Nei, þau hafa ekki verið mæld sko. Og þetta eru ein áhrifin og en sko svo hafa þeir líka fengið betri meðferð heldur eða svona óþarlega góða meðferð sko. Ég veit ekki hvort þú manst eftir í 2018 haustið þá var úrskurðarnefnd auðlindamála, hún úrskurðaði að það ætti ekki að veita 2 fyrirtækjum leyfi til eldis á Patreksfirði og Tálknafirði. Það var nú bara kallað saman eftir aukafullur á þinginu. Já, það var semst og það væri vegna þess að það ætti að skoða fleiri kosti, það hefði ekki verið gerð grein fyrir því umhverfismati að það hefði aðrir kosti verið skoðaðir eins og sem væri þá landeldi og þá geldir fiskar og ég man ekki einn kostur í viðbót og það eins og þú segir það var sko frumvarp var lagt fram 4 dögum seinna og það var samþykkt daginn eftir klukkan 11:30 kvöld með 45 atkvæðum, það var engin mótatkvæði sem veitti þá umhverfisráðherra leyfi til þess að gefa út bráðabirgðaleyfi ef sem sagt svona stæði á og og það var svo veitt mánuði seinna og þannig að fyrirtækin gátu að halda áfram með sína vinnu. Ég ætla að segja smá frá þessu, af því að þetta snýst svolítið hvernig þetta er metið. Að ég skrifaði bara á Facebook eitthvað á þessu tíma og segi sjáu nú hvernig þingmennirnir bregðast við svona krísuástandi. En nú er búið að vera krísuástand á leigumarkanum í 10 ár og þeir hafa ekki gert neitt. En þeir gæti bara retta þessu bara á einu dagsparti eða þeir hefðu áhuga á þessu. Viðbröðin voru svona, fólk fyrir sunnan bara tók svona mark á mér bara eins og gerir dagstaglega. En utan á landi og sérstaklega á Vestfjörðum fekk ég yfir mig alveg ótrúlegar gusur. Að þannig var ég að vanvirða þeirra baráttu fyrir bara tilverurétti Vestfjörða. Já, við verðum náttúrulega... Hitinn í umræðinu þetta fyrir vestan er ekki... Nei, akkurat. Ef að þú er Ólís kaffi ykkur staðar, að væri að andmæla strandeldi þá er þið bara hreint, sko. Já, það er náttúrulega kannski eðlilegt, menn þetta menn að hugsa framtíð byggðarlagsins og svo leys. En þetta eru náttúrulega reglur sem við höfum gengist undir og þetta eru Evrópureglur, þetta eru lögum umhverfismat, þannig að við fengum þetta var kært til eftirlitsstofnunar EFTA og við fengum 2 árum seinna kallað áminningarbréf það sem kom fram að þessi nýju lög þau var ekki í samræmi við reglur Evrópureglur umhverfismat og það þyrfti að breyta þeim og svo búið að breyta þeim eitthvað aðeins og það er svona klausa þarna í þessu áminningabréfi eitthvað það að menn verða að skilja það að þetta sé umhverfisvernd sé svona eitt af grunngildum samningsins Evrópska efnahagssvæði. Þannig að þarna var sem sagt virtu menn ekki regluna þegar að reyndi eitthvað á þær, þessar umhverfismatsreglur sem við höfum gengist undir. Og ég skil þetta hvort tveggja bæði það að menn hafa gefið sem sagt kvía eldisleyfin og þetta að menn láta svona óþægilega reglur ekki stoppa sig. Ég skil það þannig að það er bara almenn velvild bæði hjá, náttúrulega sérstaklega hjá ráðamönnum kannski, en ekki síður hjá almenningi bara fyrir öllu sem bjargar svona stöðum á landsbyggðinni sem eru illa staddar sko. Staddir. Þegar ég var þarna fyrir 3-4 árum Patreksfirði og Tálknafirði og þá var ég svona bara að horfa eftir fjörðunum og þá voru það náttúrulega
þessar kvíar í þeim og maður sér náttúrulega bara fjöllin eru svona og svo fara fjöllin einhvern veginn undir yfirborð sjávar og þetta eru svona heimahagar þessara sveitafélaga. Og maður velti fyrir sér að þarna eru kvíar frá fyrirtækjum sem eru að langstæðstu leyti í eigu norskra fyrirtækja sem eru að nýta heimahaga fólksins sem að býr í þessum bæjarfélögum og ég náttúrulega sósíalisti og hugsaði, ég meina, ef þetta á að vera þannig þá ætti þetta náttúrulega bara að vera einhver svona bara bæjarútgerðir, þannig að fólki væri bara að nýta sína heimahaga og væri þarna og skrítið að þetta skulle vera í þessu formi og sérstaklega þetta séu norðmenn sem eiga þetta því að ef þú ferð síðan aðeins Vestfirði þá sérðu svona smá menjar þess að norskir hvalfangarar komu til Vestfirða og veiddu hval og bræddan í lýsi og svo færðu hvalirnir sig eitthvað aðeins þannig að þeir fóruðu á Austfirði og eftir stóð ekkert á Vestfirðum af því að arðurinn af allri þessar atvinnustarfsemi þetta var raunverulega ekki lokal starfsemi sem hafði byggst upp, þetta voru þetta bara norðmenn sem komu, sóttu sér einhverja svona náttúruauðlindir og svo bara fóru þeir með allan arðinn og vegna þess að hún var maður sem ég tek mikið marka á sem hefur unnið yfir fiskeldi í alla sína hundsukattatíð. Hann sagði við mig, gallinn við þetta er kannski ekki bara strandeldið, því að hann telur að sé hægt að vera með strandeldi og gera það betur en þetta. Gallinn er að þeir sem komu hingað, að þeir ætla bara að ná hámarksarði út úr þessu á svona kannski 10 árum, þess að þeir vita að þetta er form á atvinnustarfsemi sem að mun ekki ganga, vegna þess að það er verið að þrengja að þeim út í Noregi. Og gallinn þegar þú hugsa svona skammt fram í tíman er að þú býrð ekki eins og til góða vöru. Við erum ekki svona að fá gott verð út úr þessu. Þannig hann var hérna á Öxlinni og ég var að horfa á þetta með svona rómantíska hugmyndum að ef þetta væri þannig að við ættum að nýta þetta, þá ætti náttúrulega bara bæjarfélagið sjálft að þetta. Já, ætti minnstu kosti kannski að fá einhvern hlut af arðinum þessum 100 milljörðum í sinn hlut. Og það er bara arðurinn sem að fyrirtæki fá og þá var því að það eru 60% af þessu verið fyrir Vestfirða. Þannig að Vestfirðingar getur hugsað að það hefði komið 60 milljarðar inn í vestfískt samfélag þegar þessu var selt. Það hefði breytt miklu. Já, það hefði örgulega munað það. Það er Ég er eiginlega að spyrja þig úthlutun svona gæða það sem eru svona ókeypis. Hvað segir ekki hagfræðin svolítið það að þá ferðu kannski ekki eins vel með þau eins og annars hefur verið? Jú, sumir hafa haldið því fram að menn fari illa með gæði, ef þú talar við Þorvald Gylfason til dæmis, hann talar að menn fari illa með gæði sem menn hafi fengið svona upp úr þurru. En það sem Íslendingar fá út úr þessu eru náttúrulega þessi blessu störf og og þá vaknar þessi spurning við teljum alltaf að þessi störf séu svo mikils virði og í mínum huga þá er það náttúrulega einhvers virði að það sé bara yfirleitt einhver byggð þarna á þessum slóðum en við eins og ég sagði áðan það er ógnótt á störfum á landi, sérstaklega störf fyrir ófallara og við þetta er svo mikið að því að vera að tala með þetta þetta sé að því að vera að benda á þetta séu fáist ekki Íslendingar í störfin að þetta sé andúð gegn útlendingum eða eitthvað, það er það náttúrulega ekki en það er spurning eins og hvað eru við tilbúin til að fórna miklu af okkar umhverfi og svoleiðis til þess að leysa einhver atvinnumál í Póllandi eða svoleiðis verðum við ekki að hugsa eitthvað svolítið okkur sjálf þannig að Þið hljótuð að kunna rekna það á móti þessum 100 milljörðum að hvers virði eru þessi störf? Nei, ég á svolítið erfitt með það. Nei, við höfum nú ekki gert það svo sem við höfum ekki gert það. Það annað sem við höfum gert Svona atvinnugrein að gera svolítið því, það er kallað skattspor. Það sem er ekki reikna skattur sem að fyrirtæki borgar eða veiðigjöldin. Þetta er byrjað að reikna skattin sem að starfsfólkið borgar. Já, reikna skattin og gott ef ekki skattin sem að rakarinn borgar sem að starfsfólkið fer í klippingu til. Akkurat, reikna alls konar svoleiðis og það er náttúrulega þá er mann að reikna með því að menn fá ekki tilbaka af því sem er borgað í skatt en yfirleitt fá bæði heimamenn og fyrirtækin fá einhverja þjónustu tilbaka það sem við höfum reiknað eins og
það er eða metið svona stundum og ekki metið náttúrulega fyrir þetta, það eru þessi umhverfisáhrif sko. Og það er það var fyrir 20 árum, þá var sko OECD sem skrifaði þá voru deilurnar Kárahnjúkavirkjun sem eru svolítið svipaðar eins og þetta, þá er að þessu leyti minnskosti, þá var verið að tala það í skýrslu OECD Ísland sem er efnahags- og framfarastofnunin sem er óháðstofnun í París, svona tiltölulega óháð minnskosti íslensku stjórnvöldum. En svolítið svona mikil svona nýfrjálsvík kirkja? Já, eins og við erum líka á hagfræðistofnun náttúrulega, sko. Og sko, þar var tillagan að að það ætti að bjóða út virkjanaleyfi og sko það ætti að vera lágmarksverð sem myndi annars vegar þá þyrfti að dekka eða ná yfir önnur not af landi sem færi þá undir virkjun sem myndi þá ekki verða ef það yrði virkjað, og svo hins vegar undir umhverfisáhrifin. Og það mætti hugsa sér eitthvað svipað fyrir þessi eldisleyfi, að þau verða boðin út og það er sett eitthvað lágmarksverð og þetta, ég veit svo sem ekki hver önnur not af hafsvæðinu yrði, kannski eitthvað undir fiskveiðar eða eitthvað svo leiðis, en umhverfisáhrifin væri svona hugsanlega hægt að verðmeta, sko. Við gerum náttúrulega þetta umhverfismat allstaðar, sko. En sko, þetta dæmi þarna sem við töluðum áðan, þarna umhverfismati sem var framkvæmdi stoppað á og þá var bara rokið upp til handa af fóta og sett ný lög, sko. Men vita ekkit hvað eiga að gera við þetta umhverfismat, sko. Mér skilst það reyndar, sko, að þetta umhverfismat á sjókvíum hafi verið notað til þess að eða hafi verið einhver svona sérstaklega viðkvæm svæði þarna í firðinum með eitthvað slíkt, þá hafa menn fært kvíarnar eitthvað til, en umhverfismati verður aldrei til þess að menn hætti við framkvæmdina, sko. Þannig að þetta, sko, það er hægt að það er okkar til að við erum ekki hlutlausir að því við lifum á því að gera svona athuganir, en það okkar framlag gæti verið að breyta þessu umhverfismati sem eru upptalning á alls konar hlutum sem eru settir í hættu með framkvæmdinni, það lýsta alls konar hlutum sem breyta því í peningalegt mat á einhvern hátt. Já, sem að þið eru ekki að gera í þessar skýrslu. Við höfum ekki gert í þessar skýrslu. Þetta er bara byggt á vexturum sem er og það er möguleiki á því að sjókví heldur sig þannig að ef við tækjum sko umhverfiskostnaðinn að þá er þetta eiginlega bara null business. Það er hugsanlegt, að við vitum náttúrulega ekki hvað kæmi út úr því mati, sko, við höfum ekki gert það mati, sko. Þannig það getur vel verið að niðurstaðan sé svo að við höfum bara alls ekki að gera þetta vegna þess að eyðileggingin sé svo mikil, hættan á því að laxast hvað er að kalla það, vilt í laxastofninn, ég ætla að segja frjáls í laxastofninn, að hann skaðist og þar tapist einhver verðmæti, bæði peningaleg verðmæti og náttúrulega við erum ekki á þeim tíma við að vera að leika okkur að því að útrýma villtum dýrastofnum. Nei, það er náttúrulega líka sem er nú kannski aðal, sko, verðmæti laxins íslenska er náttúrulega fyrir, og það er auðvelt að reikna út verðmæti laxins fyrir, sko, veiðileyfasalana. Já. Verðmæti laxins fyrir íslenska alþýðu er náttúrulega 0, þannig að það er búið að færa þetta yfir til bara einhverju auðkýfingar sem að geta ekki notað þetta. Já, svo eru auðkýfingarnir, sko, þeir hafa einhvern ábata af því að þeir hafa meira gaman af því að standa við árnar og veiða og heldur en það sem þau borga. Og kaupa upp Vopnafjörð og nágrenni. Já, það er einhver neytenda ábati líka í veiðunum, en sko, það er líka annar ábati, sko, ég er ekki veiðimaður og þú verðist nú ekki vera það heldur, sko, en ég held að við erum báðir mjög sorgmættir ef sko íslenski laxinn dagi út eða skattaðist eitthvað, sko. Já. Og það er einhvers verið, en nú veit ég ekki að fullera fyrir því. Nei, ég skal bara segja það, besta máltíð ársins er að vori til viltur lax með litlum kartöflum akkurat og smá smjör og sítrunu. Akkurat, þannig að þetta er eitthvað virði fyrir okkur sem komum aldrei nálægt þessum ám í sjálfu sig, sko. En þið eru ekki að meta þetta? Nei, við höfum ekki verið beðnir það, eða beðin það, en það væri, sko, þetta er bara
sko af því að við sko það mikið gert með þetta umhverfismat sem þá verið bara almennt, það bara út á öllum framkvæmdum þá verið að skoða áhrifin á umhverfið sem það mjög gott að skoða þetta allt saman og við fáum alls konar tölur sko áhrif á dýralíf og áhrif á þetta og hitt, en við veitum eiginlega vola lítið hvað við að gera við þetta sko. Það ætti að svona okkar tillaga að breyta þessu umhverfismati sem upptalning á alls konar fróðleik í peninga eiginlega sko, sem gætu hugsanlega að þá stoppað framkvæmdir kannski Sigurður, þá það ekki þá sittum við hérna erum við með peningana og hérna erum við með önnur gæði og við verðum bara að meta það þessi manneskjur. Það ekki endilega víst að því hagfræðingarnir fái niðurstöðuna að það sé hægt að meta allt bara upp á krónur og aura og svo komið bara eitthvað ding og þá komið svarið. Já, nei, þetta ónákvæmt mat en og málið að þá ekki bara að hugsa að meta það, sko peningaströymana heldur líka þessar tilfinningar okkar sko. Þú vilt meta þær til krónur og aura. Já, og það alveg til aðferði til þess að gera það sko. Sem að kannski uppgjöf gagnvart því að geta bara tekið ákvörðun það að hvers virði kærleikur. Þú þarft ekki að reikna það út. Já, akkurat sko. Það er margir sem telja það sko, en svo líka náttúrulega menn gera það kannski óbeint sko með því að ef við segjum hérna annars vegar við virkjum ekki Dettifoss því að hann svo fallegur sko og hins vegar við ætlum að virkja einhvern annan foss, þá erum við í raun og veru að meta alls konar svona tilfinningagildi sko til á móti einhverjum peningaströmmum sko. Það sem eitt í viðbót sko, að því að við erum að tala byggðastefnu sko, það sem við viljum fá þarna kannski að það sé bara eitthvað líf út á landi og við erum tilbúin að borga eitthvað fyrir það. Helst stundum við náttúrulega að fá að það væri samfélag þar sem að fólkið í samfélaginu hefði svona möguleika á því að móta samfélagið, að búa eitthvað til og gera eitthvað, að það kannski ekki endilega, ég ekki viss það að þó svo að þegar það búið að drepa samfélagið niður, að þá bara við verðum að fá einhverja stóriði á bakka eða við verðum að fá eitthvað fiskeldisfyrirtækið utan þegar þú ert komin með samfélagi í einhverju nauðvörn, en helst myndum við náttúrulega vilja að fólk væri bara að skapa sitt samfélag sjálf. Já, það nefnilega það sko. Það sko þessar lausnir í byggðamálum hafa alltaf verið eitthvað svona, fiskeldi, álver eða látirækt eða eitthvað svona sem hefur þá verið fyllt eftir með ódýrum lánum í fyrirtæki sem ekki væri stuðningi einhver stórs fyrirtækis til að skaffa störf sem breytir samfélagunum í því að það verið company town þar sem allir eru bara að vinna hjá stórakalli. Já, og kannski fá menn eitthvað þarna út sem vilja ekkit endilega vinna við sko, en þá vil ég aftur horfa aðeins til Noregs, þeir eru nú algjörir sérfræðingar í byggðamálum og eyða ógurlegum peningum í að styðja byggð út landið og eitt af því sem þeir gera að þeir eru með einhvern launaskatt sem ég minnir að sé 14% eða eitthvað svo leiðis af launum og en sem í ákveðnum byggðarlögum sem eiga þá undir höggasækja, þar lækkar þessi skattur og hann fer alveg niður í 0 og þetta hefur áhrif sko. Og þá myndum við vera að steyðja við það sem við viljum fá bara eitthvað líf hann í byggðirnar en við ætlum ekki endilega að segja fólki sko hvað á að gera, hvað á að taka sér fyrir hendur í þessum byggðarlögum sko, sem hefur nú svolítið verið svona leiðin sem við höfum farið hingað til sko. Ég hugsa að ég kom til Alta í Finnmörku þar sem þetta getur. Já. Og það liggur svona ég veit ekki alveg hvernig þetta lýsir landsleina, það svona dalbotnið eitthvað, en svo svona aðeins hæð, svona smá hæð. Þar voru rosalega stór einbýlishús sem röðuðu sér upp og ég spurði hver býr þetta? Þá var það fólki þetta sunnan sem kom og var með skattaafslátt og bjó og það var náttúrulega en svo var svona sama byggðin var eiginlega hún var farin Nei, hún var svona í botninum en það var alveg þetta verið svo Laugarásin sko, bara Laugarásin á sterum sko, það var svo stór hús þannig að fólk hafi fengið svo mikið en það er náttúrulega miklu flóknari byggðastefnan í Noregi, það er til dæmis að þú mátt ekki kaupa land nema búa þar þú sjávarútvegurinn og ekki kaupa hús sumstaðar sko, nema vera þar og þegar maður kemur og fer á milli bæja þarna
þá sér maður svona, svona myndi Akranes líta út ef að kvótinn hefði ekki farið. Þá sér maður svona, það sem bara ég tala ekki að ferða á Lófótinn, það sem eru bara höfnin full af smábátum og fullt af svona smá útgerðum og það sem eru sko kallinn með bróðið sinn kannski sem stýrimann og saman eru þeir með einhverja skreiðaverkun sem reyndar Lófótinn. Sem getur náttúrulega vísu bæði verið gott og vont sko, normenn líta svolítið á sjávarútveginn af því hann lítill atvinnugreinn hjá þeim, líta svolítið á hann eins og við lítum á landbúnaðinn, hann ekki endilega rekinn á sko með svona arðsemi sjónarmið. En málið að það þannig að það kemur arðurinn á auðlindinni, það kemur þarna inn til Lófótinn, svo hríslast hann allt byggðarlagið og þú sér það bara á byggðarlaginu að þetta er bara heilbrigt byggðarlag. Þú getur farið Ísland og séð það sem hefur byggðarlag sem orðið fyrir áfalli. Ísland hort til þess að þetta vera arðsemi sem að þýðir ekkit annað en að það þurfa að vera fyrirtækin, þurfa að vera arðsöm og geta borgað eigendur sínu sem mestan arð sem að leiði náttúrulega til þess að vera bara örf á fyrirtæki sem að drottna yfir allri atvinnugreininni. Þannig þetta er eiginlega bara öðruvísi sín og samfélag hvernig normenninni gera þetta á Íslandingarnir. Já, það kann nú að vera. Ég held nú líka sko að það sé skiptir máli að sjávarútvegurinn svo stór við tímum því ekki að reka hann ekki með arðsemis sjónarmið í En arðurinn kemur inn. En sko ekki það, ég ætla ekki að deila við það að það sko þetta með kvótan sko, að það má alveg taka gjalda kvótanum sko, en ég varst að við höfum bara hreinlega efna á því að reka sjávarútveginn ekki með einhverjum arðsemis, þetta er bara stór og mikilvæg atvinnugrein okkur. En Norðmenn ekki að fá mikið lægra afurðaverð heldur Íslendingar. Nei. Þannig að við sem ættum að horfa á það. En það sem að þeir eru að fá lægra verð, það að því nefndi Lófótinn, það sem að sko skreiðarverkun byrjaði í heiminum, að því það sko skreið frá Lófótinn það bara út af einhverjum lofslagi og vindum og öðru slíku sem að það bara besta skreið í heimi. Já. Þar náttúrulega sko framleiðslukostnaðurinn. Já. Hann eiginlega bara næstu engin, það eru bara einhverjir hjallar, hjallarnir eru svona í laginu og það eru bara verið svona í nokkra aldir. Þannig að þó svo að þeir fá aðeins lægra verð, að þá sko kostnaðurinn við róbota fiskvinnsluna á Dalvík, þú tekur hann í burtu, þannig að það sem að fer út úr sko fiskinum í Lófótinn og hríslast út í samfélagið til kaupmannsins og rakarans og allt þetta. Ég ekkert svo viss að þetta sé endilega, ef við myndum reikna sko hvað er þjóðhagslega hagkvæmt, en ekki bara út frá arðsemi einstakar fyrirtækja. Akkurat. Já, ég menna svona hluti skipta líka máli, menn þetta hrifið þig, það er nú einhvers virði sko. Já, ég held að allir Íslendingar sem komið til Lófótinn, þeir bara gráta, af því að svona hugmyndin hvernig Ísland á að vera og ætti að vera. Það bara þarna á Lófótinn sem að blessað af golfströmmnum eins og Ísland. Herðu, en Sigurður, af því að við erum að tala um svona úttektir og þið takið að ykkur að búa til ykkur úttektir. Íslenski náttúruverndarsjóðurinn, hann bað um þessa úttekt. Er þá niðurstaðan aðlagað að þeirra þörfum og væntingum? Já, sjálfsögðu, sko. Það er bara spurt hvað viltu fá? Lígi, haugalígi og tölfræðileg lígi. Já, það er sko, nei, þeir hafa verið mjög prúðir þarna í íslenska náttúruverndarsjóðnum. Það er aðalega Jón Kaldar sem ég tala, bara Jón Kaldar sem ég tala við reyndar sko, og hann nú gamall blaðamaður og það hefur alltaf verið hjá honum bara, þeir reyndar sko, þeir vilja fá mikið fyrir peningana, þetta er náttúrulega fólk sem er að leggja fram sína eigin peninga í þetta og vilja gera allan fjandann, vil ekki skoða þetta sko. En nei, hann verður engin ekki reynt að hafa áhrif á neina niðurstöður, hann vill bara vita hvernig þetta er sko. Það er mín tilfinning sko. Og það er nú sko því miður ekki alltaf þannig, stundum verður við fyrir þrýstingi sko. En við erum við reynum að skapa eitthvað jafnvægi með því að eða eitthvað mótvægi með því að láta þá óháða menn út í bæ lesa skýrslunar okkar og þeir skamma okkur ef þeim sýnist við vera að hygla einhverjum. En já, þetta er náttúrulega sko
þeir spurja spurningarna sko, það náttúrulega geta haft kannski áhrif þannig sko, en sko, nei, það á ekki að hafa áhrif sko, ef það þá er það bara óvart sko. En okkur vantar eiginlega fleiri svona óháðar úttektir á ýmsum málum í íslensku samfélagi. Það vellur stundum áfram hérna umræðan á þess að... Og ég get alveg nefndir dæmi ýmislegt sem hefur ekki verið til fyrirmyndar sko í svona úttektum sko. Ég til dæmis nefndir bara að því að það er opinbert mál og þeir eru sko sá sem rannsóknarstofnun er nú alveg saklaus að því, það var skýrsla sem var gerð samfélagslega áhrif Kárahnjúkavirkjunar sem mjög fín skýrsla sem rannsóknarstofa Háskólans á Akureyri gerði fyrir 13-14 árum fyrir iðnaðarráðuneytið held ég. Og þar er svona formáli frá sko nefndin sem bað álitið og það kapli sem heitir helstu niðurstöður og þar eru taldar upp alls konar niðurstöður og það var eitthvað sem ég sá þarna sem ég vakti furðu mína og ég fór að fletta skýrsluna sem sko, ég man ekki 300 síður eða eitthvað ólega löng og ég fann þetta hvergi þannig að ég hafði samband við rannsóknarstofuna þarna á Akureyri og byrjuði hvað er þetta eiginlega þetta er þarna í helstu niðurstöðum og þá fekk ég bara það svar það er hvergi sko. En kaupandinn heimtaði að verið það. En kaupandinn heimtaði að fá að setja þessu orð þarna fyrir framar. Þannig að maður ætti kannski að taka þessar skýrslur og taka helstu niðurstöðunar og henda þeim. Reyndar sko, þessi skýrsla til ennþá á netinu en þessi formáli farin sko. En þetta vantar í íslenskt samfélag, það er svona úttektir. Mér dettur til dæmis í hug, það er mikla deilur innflytjendamál núna í gangi og það sárvantar einhverjar alvöru eitthvað svona grunnundi þá umræðu því að sömuleyti þetta þannig að bara, fólk getur bara flagga því sem það vill flagga í umræðinni. Já. Og það er mikið lítir á íslenskri umræðu sko, hvernig það er. Herðu, en Sigurður, gaman að koma og heyra skýrsluna og líka bara spjalla við auðlindir og samfélagið okkar sömuleiðis og hag af atvinnustarfsemi. Já. Kærar þakkir. Takk. Og við ætlum að setja hérna eilítið áfram að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í, næsti kafli eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi.